Já, þá erum við komin í verkefni 2. Í A-liðinn, og þá eigum við að teikna svona hlut. Við höfum þekkingu úr fyrir verkefnum þar sem við notum þær aðferðir til þess að búa til grunnsketsplanið og lyftum hlutnum síðan upp í þessa hæð. Og það sem við gerum nýtt hérna er að kynna skipunni skel, eða að gera skelja hlutinn, og þá förum við hérna í skel og veljum hérna eitthvað þykkt og við erum að velja 1,5 og veljum síðan face, klikkum hérna eitthvað face og segjum ok, þá fáum við það rauninni. Þá erum við búin að hóla hlutin innan þar sem alla brúnir eru ákveðna þykkt. Svo ætlum við að fara hérna inn og nota skipuna draft til að fá hallandi, gera þennan flöt hérna að hallandi fletu ákveðna gráður við botnflötinn. Og allir fletir hérna eiga að hafa ákveðin halla með við botnflötinn. Þá notum við skipuna hérna sem heitir draft og klikka það, og þá velji hérna 10 gráðunar og ég þarf þá að velja hana flöt hérna, botnflötinn, og svo þarf þá að velja sér hlíðar hérna, og það skiptir máli hvort við veljum neðri brúnina eða efri brúnina. Við veljum efri brúnina og bingo. Efri brúnina, gengur illa hjá mér, og svo baklega. Og þá sjáum við að það kemur svona halli, og svona gangi því á alla hlutum. Nú, þegar þið eru búin að ganga allar tegnar og gera þessa hallandi fleti, þá ætlum við að fara að gera gött og nota síðan rectangular array eða pattern til þess að svona eins og við þekkjum AutoCAD arraya einhvern hlut eftir einhverjum formúlum. Og ef ég segi hérna ég ætla að búa til nýtt sketsplan og ég vel það bara ég ætla að gera það ofan að þessu plani hérna, þannig ætla ég að teikna gatnaut, að þá fer ég í þennan ham hérna sem ég þekki og ég segi alltaf að teikna hérna punkt, drita punktur einhver staðar inn, og þannig að sketsið mitt í þessu plani er eiginlega bara þessi eini punktur. En ég þarf að þvinga hann einhvern veginn saman, þannig að ég fer hérna í málsetning og klikka á þessa línu hérna, klikka á punktinn og þá er ég komið með klikka á línuna hérna og fá hérna málsetningu svona. Og þessi málsetning á að vera 18 og svo klikka ég á þessa línu hérna og punktinn eitthvað gengur illa að velja og þetta átt að vera svo mikið sem 7 og þá er ég búin að þvinga fyrstu staðsetninguna fyrir gatið. Þannig að ég segi bara finna skets og á þetta skets hérna ætla ég að segja að gera hólu og þá fá ég gluggann og ég ætla að gera hóluna bara frá sketsi og það er þetta skets sem er default valið. Ég ætla bara að gera hérna alveg í hóla mín á að vera svo mikið sem 5 mm í þvermál og bingo. Og þá kom eitt stykki hóla. Nú,
Síðan ætlum við að nota þessa skipun rectangular hérna, rectangular pattern, til þess að dreifa þessari hólu hérna, þessari bórhólu eftir vinstri, þannig að það sé 25 hérna á milli og 25 hérna. Nú við förum hérna í rectangular og þá þurfum við að velja, það fóðum að klukka hérna, ef við veljum featureið, þá getum við annarkvort valið að grafíst hérna og valið þetta eða valið þetta. Það er þægilegast að fara eins og vera hérna og þá sjáum við að við erum að velja þessu hólu og við hefðum ekki að valið það líka á skjánum en í grafíska skjánum svona. En það er svona ákveðið þægindi að velja það þarna ekki. Nú og svo ætlum við að segja rauninni í hvaða áttir ég ætla að gera. Ég klikka hérna á þetta hérna, píluna og vel út brúnna hérna. Og þá sjáum við að það kemur píla hérna og ég get flippað henni, þannig að hún þarf að snúa í rétt átt. Og klikka þá á, og hérna þarf ég greinilega að flippa og hérna segi ég fjölda og bílavilli. Og svo segja ok, þá dreifir hann sér. Og þá ætti það að vera komið. Nú og svo að lokum ætlum við að rúna alla þessar kverka hérna. En að við förum í filletskipunina og gefum hérna radius og veljum gildi og það eru edge-in. Edge er sem sagt lína á milli tveggja flata myndina og veljum rauninni allar þessar línu hérna og ef við gerum allt í einu þá er þetta ein aðgerð sem rúmar allar þessar hluti og göngum á þetta og segjum ok og þá er hlutum tilbúin. Nú þá lítur bara hlutum okkar svona út, askoti flottur. Ég vona eitthvað hlutur líti eins út og þá er næsta bara að setja þetta á blaðið og það er að setja þetta upp eins og við gerðum í fyrsta verkefninu og fáum þá einhvern veginn svona blað sem við prentum út í hérna DFF skrá og skilum.